já. En bara slakið á þessum bónusum. Það lið hefur anskotið fínt sko. Það eru bjórkvöld alla föstudaga og það eru hressir einstaklingarinn á milli. Látið það bara duga. Gera óta einhverjum bónusum í þetta lið sko. Hægri vinstri. Svo er náttúrulega erfaringar komin í dauða færi að Íslandsmeistaratitlum. Þetta er unnu Stjörnuna í gerð. Og svo er hérna stelpan á rassinum sem er búin að vera aftan á fréttablaðinu bara í svona mánuð. Stelpan á rassinum? Það er einhver stelpa á rassinum en aftan á fréttablaðinu. Auglýsir einhver rúm. Þetta er svo fyndin auglýsing. Hún liggur svona á rassinum. Sýndu mér það? Hún liggur svona á rassinum og er að auglýsa. Það er ekkert á rassinum? Jú, hann er það. Já, þannig að kíkja aftan á fréttablaðinu. Þetta er búið að vera bara í svona mánuð. En er þetta teiknumynd eða? Nei, hún er bara á rassinum sko. Hún er bara á rassinum? Það var að fyndi sko, þetta er svo skrítið. Er fólk ennþá að nota kvenlíkamann til þess að auglýsa einhverja dýnur og eitthvað dót? Það er ennþá í gangi með þessu. Þetta væri svo fyndið sko, þetta væri kall. Þetta væri maður bara eitthvað á rassinum. Já, það er ekki bara jafn eðlilegt. Já, maður er ekki vanur að sjá það. Nei, það er miklu meiri venja að nota kvenlíkamann til þess að auglýsa eitthvað dót sko. Það gengur ekki lengur. Og þetta er skrítið. Ég veit þetta skrítið maður. Hún liggur bara þarna á rassinum. Benni, það gerir þetta er skrítið. Já, þetta er einkennilegt sko. Þetta er ekkert eitthvað eina auglýsingin í heiminum sem maður sér þetta á hverjum degi. Þetta er algjörlega fáránlegt sko og þeir eru búin að vera með þessu auglýsingu bara í alvörunni svona í viku. Hvað fyrirtæki er þetta? Hvað fyrirtæki? Þetta er eitthvað body print, einhver svefn og heilsa. Ok. Herru, og svo hérna er fagnaðarefni því að Hadda Borg er fyrsta konan til að vinna Íslandsmeistaramótið í hrútadómum. Til hamingju með það, Hadda Borg. Hrútadómum. Sem er ekki eitthvað svona að þreifa á einhverju hrút og... Jú. Ég veit ekki alveg ná inn í þessu. Ég man allavega að það var svona þegar við vorum á Húsavík hérna í sumardónum í fyrra, það var einhvers svona hrútaþugl allavega, það var að vera að þugla á einhverju. Þótti það einkennilegt en það var áhugavert og fólki fannst þetta gaman. Og svo var það Daði Erlingsson sem gekk með 28 kíló á bakinu á topp Esjunnar. Og hvað var þetta sem hann var að bera? Jú, þetta var róðravél. Og þegar hann var komin upp á toppinn á Esjunni þá reri hann 2 kílómetra. Hvað til honum? Er ekki nóg bara að labba upp Esjunni eða? Þetta liðir alltaf að toppa sig sko. Er það ekki bróðið pappaðinn sem leipur þetta 3 svara dag? Já, bróðið. Já, alveg rétt. Það er upp og niður. Maður er alveg svona, maður nennir ekki að standa í þessu sem maður kemur niður. Og hvað þá að fara aftur upp og svo aftur? Það er lið að keppa í Esjuhlaupið á þeirra sko 11 sinum upp og niður á einum degi. Veist það mikið sko? Það er rosalega einhvert sko. Það er rosalega mikið sko. Ég hef til að bara fara í bíó. Fara á Petsa þetta og fara í bíó sko. Það er líka partur af þessu. Herru, er ekki annars bara blöðin fín? Blöðin eru búin og... Ég ætla að kvarta. Yfir hverju? Yfir þessari rassamynd. Já. Bara burt með þetta. Já. Þetta er glæsilegur rassand. Já, ekkert það sem rass, bara skrítið. Skrítið? Svo þú ert á móti að nota kvenlíkamann í svona? Já, þú veit, er það ekki löngu búið bara? Í huga okkar er búið, en það er ekki búið. Nei, en ég hvet svefn og heilsa að taka þessa mynd í burtu bara. Þú ætlar að hvetja, þau eru örugglega að hlusta. En þetta var í lag sem var vinsælt fyrir